Góðan daginn og velkomin aftur. Í þessum síðasta þætti okkar munum við binda enda á rannsóknir okkar á spádóma Biblíunnar sem að tengjast tíma endalokana. Hingað til höfum við séð að Biblían hefur spáð fyrir að það munu 4 ríki rísa á þessari jörðu frá tíma Daníels til enda veraldar. Þessi ríki voru Babylónía, Persaríkið, Grikkland og svo Rómaríkið. Rómaríkið myndi síðan falla og skiptast upp í 10 ríki og meðal þessara ríkja mun nýtt ríki rísa upp, uppræta 3 og taka yfir allri veröldinni. Við sáum í síðasta þætti að það er eingöngu 1 ríki í sögu veraldarinnar sem að uppfyllir allt þetta og það er rómverska kaþólska kirkjan sem að ríkti í gegnum myrku miðaldirnar og missti síðan mátt sinn árið 1798. Biblían segir samt að þetta ríki, rómverska kaþólska kirkjan, muni fá mátt sinn aftur og muni taki yfir veröldinni á ný og ríkja eins og hún gerði á myrku miðöldunum. Við sjáum þetta gerast í Opinberunarbók kafla 13 frá vers 11 til enda kaflans. Hér munum við líka sjá hvaða máttur mun hjálpa kaþólsku kirkjunni að fá vald sitt aftur og hvað hún mun svo gera. Lítum á það saman. Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði 2 horn lík lambshornum en það talaði eins og drekinn. Við lærðum í 7. kafla Daníelsbókar að dýr táknar ríki. Hér sjáum við að nýtt ríki rís upp eftir að kaþólska kirkjan hefur mist vald sitt. Svo þetta er á 18. öld og við sjáum einnig að það hefur 2 horn lík lambshornum en við sjáum engar kórónur á hornum þess. Fyrsta dýrið, það hafði jú kórónur eða ennisstjást á höfði sínu. Það táknaði jú að fyrsta dýrið var konungsríki sem kaþólska kirkjan er. Pávinn hefur kórónu og hann er alvaldur í kaþólsku kirkjunni. Þetta ríki á hinn bóginn sem að rís eftir að fyrsta ríkið er að falla hefur engar kórónur. Það má þýða að þetta er lýðveldi og ekki konungsveldi. Það hefur 2 horn lík lambshornum. Við sáum í fyrstu versunum að nefnt var á lambið sem að slátrað var. Það táknar Jesú Krist. Svo fyrst að þetta ríki hefur horn sem að líkjast lambshornum, þá má það þýða að þetta lýðveldi er kristilegt lýðveldi. Þetta er vald sem að stendur fyrir Jesú Krist og því sem að hann trúir og kennir. En við sjáum að þetta er bara blekking því að þetta ríki talar eins og drekinn. Hvað er dreki? Drekinn kemur fram í 12. kafla Opinberunarbókarinnar. Við sjáum hann í versi 9 og drekanum mikla var varpað niður hinum gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan. Svo drekinn er Satan. Við sjáum í fyrstu versum í versi 3 að drekinn gaf fyrsta dýrinu mátt sinn. Svo mátturinn sem að liggur á bak við kaþólsku kirkjuna er máttur Satans. Og við sjáum að þetta nýja dýr í versi 11
Það talar eins og Satan. Hvernig talar ríki? Það talar í gegnum lög sín. Og hér sjáum við að þau lög eða þessi talháttur sem þetta ríki hefur er drekalegur, djöfulslegur. Hvað mun þetta lýðveldi sem rís eftir fall kaþólsku kirkjunnar eða það leyti gera? Fyrradýrið hefur gefið því allt vald sitt og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrsta dýrið sem varð heilt af banasári sínu. Svo þetta veldi er heimsveldi. Það getur látið alla jörðina fylgja fyrsta dýrinu. Hvaða vald gæti þetta verið? Hvaða vald steig upp á 18. öld það leyti þegar kaþólska kirkjan missti mátt sinn? Hvaða vald er lýðveldi? Hefur enga kórunu? Hvaða vald er kristilegt? Virðist fylgja fordæmi Jesú Krists en talar djöfulslega og lætur djöfulslega og er heimsveldi sem að getur sagt öðrum þjóðum að gera sem það vill. Það er eingöngu eitt vald sem að passar og það er Norður-Ameríka. Lesum áfram í versi 13. Síðara dýrið gerir tákn mikil, svo það lætur jafnvel eld falla af himnum ofan á jörðina fyrir augsýn mannanna. Þetta er ennþá í framtíðinni. Og það leiðir alla þá sem á jörðinni búa afvega með táknum sem fyrra dýrið leyfir því að gera. Það segir þeim sem á jörðinni búa að gera líkneski af dýrinu sem sárið fékk undir sverðinu en lifnaði við. Því var leyft að gefa líkneski fyrradýrsins anda til þess að það geti einnig talað og komið því til leiða að allir yrðu þeir deyddir sem ekki vildu tilbiðja það. Svo í framtíðinni mun Ameríka ganga í gegnum miklar breytingar. Það mun eftirlíkja fyrsta dýrinu. Svo hvað er fyrsta dýrið? Hvað er kaþólska kirkjan? Kaþólska kirkjan er bæði ríki og kirkja. Þar sem að kirkjan stjórnar ríkinu. Eins og staðan er í dag, þá er aðskilnaður milli ríkis og kirkju í Ameríku. En það mun breytast. Ameríka mun líkjast kaþólsku kirkjunni í háttalagi og mun semja lög sem að hafa með trú að gera. Og þeir sem að ekki vilja fylgja þessum trúalegu lögum verða deyddir. Lesum áfram í versi 16. Og dýrið lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátæka, og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Og kemur því til leiða að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið, nafn dýrsins eða tölunafns þess. Hérinn er á speki, sá sem skilning hefur, reikni tölu dýrsins, því að tala mannsins er það, og tala hans er 666. Svo takið eftir því að tala dýrsins, og nú tala ég fyrsta dýrið, kaþólsku kirkjuna,
tala dýrsins er það sama og nafn dýrsins. Hvert er nafn kaþólsku kirkjunnar? Hvert er nafn páfans? Páfinn segir að hann sé Vicarius Filii Dei, sem að þýðir talsmaður sonar Guðs. Hann sé Kristur í kjötinu. Þegar hann talar, þá talar Kristur. Biblían segir að við ættum að reikna númer út frá nafni hans. Ef við tökum bókstafina í Vicarius Filii Dei og gerum þá að rómverskum tölustöfum og reiknum út töluna út frá öllum þeim bókstöfum, þá eru þeir til samans 666. Það er tala dýrsins út frá nafni dýrsins. Einnig hefur dýrið merki og kaþólska kirkjan hefur sagt okkur hvað merkið sitt er, sem að ég mun setja hér upp á skjáinn. Kaþólska kirkjan viðurkennir að merkið hennar er að hún hefur flutt hvíldardaginn frá laugadegi til sunnudags. Ekki af vegum Biblíunnar, heldur eingöngu út frá eigin mætti. Munið eftir því sem við lásum í Daniel kapla 7, vers 25. Þar stóð að þessi máttur mun breyta helgitíðum og lögum. Það er eingöngu ein regla sem er líka tíð og er heilög, og það er hvíldadagsboðorðið sem að segir 6 daga skaltu vinna og gera allt þitt verk. 7. dagurinn er helgaður Guði. Út frá því boðorði sjáum við að Guð er almáttugur. Hann er skapari himins og jarðar og það er hann sem við eigum að fylgja. Og við sýnum að við fylgjum honum þegar við höldum hans dag. Kaþólska kirkjan segir nei. Þið eigið að fylgja okkur og þið sýnið það með því að taka merki okkar, sem er sunnudagur. Þetta er ekki mín orð, þetta er orð þeirra. Og nú megum við velja, hverjum viljum við fylgja? Hver er hið hæsta vald í lífi okkar? Er það Guð? Ef svo er, sýnum það þá með því að halda hans dag heilagan. Eða er það páfinn? Ef svo er, þá sýnum við það með því að halda hans dag heilagan. Þetta er það val sem við höfum að velja. Ég vil enda með því að sýna hvað er hið rétta val. Og það finnum við í næsta kafla, í Opinberana bók, kafla 14, versum 6 til 12. Þar stendur: Óttist Guð og gefið honum dýrðina. Stundin er komin hann kemur upp dóm sinn. Tilbiðið þann sem hefur gert himininn og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Þetta er bein tilvísun í 4. boðorðið, þar sem stendur að því á 6 dögum hefur Guð skapað himininn og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana og hvíldist hinn 7. dag. Og frásögnin endar með því að segja í versi 12: Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er hlýða Guði og trúa á Jesú. Í grunntextanum stendur: þeirra sem varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Það er það sem við erum kölluð til þess að gera. Og hér kemur mjög sterk aðvörun gegn þeim sem að velja
hinn valmöguleikann. Vers 9. Ef einhver tilbiður dýrið og líkneski þess og lætur setja merki þess á enni sér eða hönd, það sem að þú trúir eða það sem þú gerir, þá skal hann fá að drekka óblandað vín af reiðibika Guðs og hann mun vera hvalinn í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og augsýn Lamsins. Ég vil ekki að neinn gangi gegnum það. Þess vegna bið ég þig nú að velja þjóna Guði, að kjósa hann, gera hann að hinu hæsta valdi í lífi þínu. En hvernig gerir maður það? Hvernig getur þú gert Guð að hinu hæsta valdi í lífi þínu? Það munum við skoða í framtíðarmyndböndum. Þangað til, þá vona ég að Guð megi blessa þig í rannsókn þinni.